Héðan frá Akureyri rétt rúmlega 2 tíma flug til Scoresbysund á austurströnd Grænlands en þar að finna eitt einangraðasta þorp í veröldinni, Ittoqqortoormiit. Við ætlum að taka flugið með Norlandair til Constable Point og þyrlu þaðan til Ittoqqortoormiit. Ferð okkar Stefáns Friðriks kvikmyndatökumanns heitið með Norlandair norður á bóginn 600 km leið á austurströnd Grænlands þar sem fyrirhugað að lenda á flugvellinum í Constable Point sem lúrir þar á milli fjalla í Scoresbysundi sem svo sannarlega ekkert sund heldur lengsti fjörður í heimi, nær 350 km inn í landið og var nefndur öllum lengri upp á íslensku hér einu sinni. Eftir því sem norðardregur fer ísinn að sjást betur en hægt að komast að þessu svæði flugleiðis allt árið en sjóleiðin aðeins opin 2 til 3 mánuði á ári. Jóhann flugstjóri hjá Norlandair hefur flogið í mörg ár á þessar slóðir og hann hefur tekið eftir breytingum í veðrinu. Vorið til dæmis mánuði fyrr á ferðin í ár en í fyrra með tilheyrandi bráðnun ís. Eins og allir að tala að það eru miklu öfgar í veðrinu á þessari jörð okkar og ég held að aðstæður í dag endurspegli það að miklu leyti. Við erum örugglega mánuði á undan núna með vorið en í fyrra og síðasta sumar þá kom sumarið mjög seint, sennilega mánuði og seint. Þannig að sveiflurnar eru miklar. Margir ísbirnir sem hefur séð? Já, ég hef búinn að sjá nokkra. Það tók mér reyndar 8 ár að sjá þann fyrsta. Og það er gaman að segja fyrir því að ég var svona brandari fyrirtækisins og mikið af nýjum mönnum að koma og þeir að sjá í fyrstu ferð einn og upp í 4-5 bjössa en ég sá aldrei neitt. Þar til fyrir 1,5 ára síðan þá tókst mér að sjá 16 og 10 mánuðum. Og einn kannski frekar nálægt þér eða hvað? Já. Hann var kannski mínútu, 1,5 frá mér. Hleypur maður eitthvað þá? Ég vissi ekki á hann fyrir en ég var komin inn í hús. Ég var að fara úr aðalbyggingu yfir í svefnskóla og hann birtist þarna á sömu móttun og ég stóð á fyrir utan þegar ég lokaði hurðina eftir mér inn í skálann. Þannig að svo hefur við líka fengið hann á gluggann stundum. Hvað þið að fljúga oft í viku? Við erum áætlun 2 í viku og svo komum við mjög oft inn í gegn með í leiguflugi. Hvernig verkefni eru það helst? Það alls konar verkefni. Það er mjög fjölbreytt. Vísindamenn, jarðfræðingar, danski herinn fljúgum mikið fyrir þá og það er bara hvað fellur til. Þetta er mjög fjölbreytt. Er þetta skemmtilegt? Mjög svo, já. Ertu búinn að vera lengi? Þetta er 10. árið mitt. Og sástu alltaf fyrir þér að þú myndir vera flugmaðurinn sem flýi á Grænland? Nei, ekki í byrjun. Nei. En það er bara æxlaðist svona og þetta er mjög skemmtilegt og fjölbreytt og þess vegna ég sinna ennþá hérna. Hvað finnst þér með Grænland? Eigum við að koma hingað oftar? Er þetta staður sem Íslendingar ættu að heimsækja? Klárlega. Þetta er gríðarlega fallegt land og ég held að Íslendingar gerir sér ekki grein fyrir hvernig Grænland lítur út. Er þetta góðir nágrannar? Mjög góðir. Það í raun ekkert sem hægt að dvelja við í Constable Point, aðeins pínulítil flugstöð, en til þess að komast í þorpið þarf að taka þyrlu frá Norlandair og fljúga í 15 til 20 mínútur í fjarðaminnið til Ittoqqortoormiit. Norski flugmaðurinn bendir okkur á ísbjarnarspor á leiðinni og við veltum fyrir okkur hvort við eigum eftir að sjá lifandi hvítabjörn. Hann bæti því við svona til vonar að vara að það sé búið að skjóta þessa 35 sem kvótinn leyfi en það þurfi iðulega að fella fleiri dýr sem sækja inn í þorpið og ekki sé hægt að hrekja í burtu með góðu. Við lendum á þyrlupallinum efst í þorpinu Ittoqqortoormiit þar sem Lone Madsen tekur á móti okkur á fjórhjóli enda ekki hægt að ferðast nema á slíkum faratækjum, vélsleðum eða hundasleðum. Lone stýrir leikskólanum í þorpinu. Þar 30 börn og eitt stærsta rýmið í húsinu matarbúrið. Lone útskýrir hvers vegna. Der kun tysk i vores mor. Ja, det vanskelig at bestille for et år frem i tiden? Man skal godt tænke fremover. Hvad skal vi have, og hvad skal vi bestille, og hvad kommer til vi at mangle til næste år, faststilleren, hvad skal vi mangle? Sådan nogle ting. Det skal man tænke over
Man skal tænke næsten 1 år eller halvår, det man skal bestille. Ja, men hvad gør man, når det ikke findes, det man mangler? Og så bestiller man det per mail til Arctic Import, eller man kan være heldig, at de kan sende det med flyver. Ja, Så kommer det med helikopter. Og det koster ganske mye. Ja, hvis det er sådan nogle ikke så dyrt, når det er sådan nogle ikke så tunge varer. Ja. Lóna hefur eins og svo margir íbúar ítt og hvort á mitt áhyggjur af fækkun í þorpinu. Fyrir 15 árum bjuggu þar 540 manns en nú aðeins 350 eftir. Spekileikin mikill og fólki vill reyna að viðhalda þekkingu, menningu og verkkunnáttunni. Eitt af því sem Lóna hefur sett á laggirnar fyrir 20 árum það sem hún kallar saumaklúbb. Konur hittast þá einu sinni í viku og vinna ýmsa handavinnu, kenna hver annari og selja ferðamennum svo afurðirnar. Þær hafa verið að læra að spinna þráð úr sauðnautusull sem ekki hefur verið nýtt hingað til, en ullin sú bæði hlý og mjúk. Lóni segir okkur að næsta verkefni verði vonandi að kenna konum í þorpinu að sauma þjóðbúning fólksins á austurströndinni sem talsvert frábrugðin þeim sem fólk klæðist á vesturströndinni. Það aðeins ein kona eftir í þorpinu sem kann allt ferlið og það skiptir miklu máli að þekkingin glatist ekki. Þjóðbúningurinn hefur mikla þýðingu fyrir grænlendinga og hannaður þannig að hægt að nota hann sumar og vetur. Hann samastendur af anorakki, buxum og kamiker sem skinnstígvél gerð úr selskinni eins og buxurnar. Anorakkurinn saumaður út með glerperlum og því dekkri sem hann því eldri eigandinn. Munurinn á þjóðbúningum á austur- og vesturströndinni sá helstur að hettan hjá konum á austurströndinni rúmar barn. Það alveg sérstök kunnata að skrapa selskinn og þarf að þurrka þau að vetri til svo þau verði skjanna hvít. Á þessum slóðum sést nú ekki til sólar frá nóvember og fram til febrúar. Lóni segir okkur að tíminn sé að hlaupa frá þeim því eina konan sem kann þetta handbragð orðin vel fullorðin. Því var leitað aðstóðar sóróptimista á Akureyri sem ákvaðu að styrkja saumaklúbbinn hennar Lóni til að kaupa selskinn af veiðimönnum í þorpinu og borga þeirri konu sem getur kennt öðrum yngri áhugasömum konum handtökin. Það voru svo 12 konur sem hófu nám hjá henni nú í haust og þekkingunni því borgið í bili að minnsta kosti. Það ævintýri líkast að labba göturnar hér í Ítakortum mitt. Hér snjór á báða vegu og 3 metra hátt kannski og svo kíkir maður fyrir hornið og þá glittir þarna í ísbjarnaskinn sem verið að þurrka. Þau verða svo hvít og fín þegar þau eru þurrkuð að vetri til. Það sko sauðnautskinn líka þarna sýnist mér. Fjarskipta- og veðurathugunarstöðin í Ítakortum mitt gegnir mikilvægu hlutverki í veðurspám fyrir Norður-Evrópu. Við hittum Ture Andreasen sem hefur búið og starfað við stöðina í 46 ár. Ja, men her har du selskap. Ja, her har vi selskaber. Det meste af byen. Ser du det? Ja. Det alle de som bor i Ítakortum mitt? Desværre ikke alle, men ganske mange. Det 10 år siden det blev lavet, og der var godt og vel halvdelen af befolkningen dengang. Túri hefur miklar áhyggjur af hlýnuninni sem hefur margvíslegar afleiðingar í för með sér. Hlýnuninni fylgir að það farið að veiðast fiskur inn í firðinum sem áður fyrr var ísilagður 11 mánuði á ári en nú aðeins 9 mánuði. Það gerir hvítabjörnum erfiðara fyrir, þeir koma á land hungraðir og gera usla í þorpinu.
Við kveðjum Túri og höldum sem leið liggur að grunnskólanum ekki alveg laus við smá ótta að mæta hvítabirni, en hvern morgun fer eftirlitsmaður ítt og kort og mitt til að hrekja í burtu hvítabirni sem þar kunna leynast. Ýmist með flautum eða með því að skjóta upp í loftið. Stundum dugar það þó ekki og þá ekkert annað ráð eftir en að aflífa dýrið. Það þó aldrei gert nema í neyð. Það hefur fækkað verulega í grunnskólanum síðustu 20 árin, þá voru þau 100 en nú eru 55 nemendur. Þar af 8 í fyrsta bekk en aðeins 3 í öðrum bekk. Við hittum fyrir skólastjóran sem kemur frá Danmörku eins og svo margir embættismenn á Grænlandi. Hann hefur búið þar í rúm 2 ár en talar reyndar ekki grænlensku. Börnin þurfa hins vegar að læra 3 ný tungumál strax í fyrsta bekk. Fordi de taler jo østgrønlandsk derhjemme, og i skolen bliver de undervist i vestgrønlandsk, og i første klasse også i dansk og i engelsk. Så det lidt af et sprogchok, de får, når de kommer i skole. Ja, hvordan handler de det? Ja, børn jo fleksible, og børn kan jo faktisk rigtig godt. Det også et godt tidspunkt at lære en hel masse, fordi de netop formbare i forhold til det. Så det går, men det da svært, ikke? Og det også svært, at det svære måske faktisk, at de skal skifte deres grønlandske fra øst til vestgrønlandsk. Ja, det stor forskel? Ja, nu jeg jo ikke... Jeg plejer at sige, det virker som om, altså hvis man kommer i en dansk første klasse og bliver undervist på svensk. Börni geta ekki klárað grunnskólan í ítt og kort og mitt, heldur þurfa þau að fara til Nuuk til þess og geta þá farið eftir 8. bekk. Það reynist mörgu þeirra mjög erfitt að fara svo ung frá fjölskyldu sinni. Det meget tidligt, de skal afsted, og det rigtig langt væk. Og også på grund af de der sprogforskelle, så det en udfordring at komme til Nuuk. Og Nuuk en stor by, og skolerne store, ikke? Altså her, hvor vi sidder med 8-10 elever i klassen, de jo mere end dobbelt så mange derovre, ikke? Det jo en helt anden verden, de kommer over i. Ja. Nogen klarer det rigtig godt, og nogen vender tilbage og siger, jeg må lige vente et år mere, inden jeg tager afsted, for det her, det var for voldsomt. Ikke? Og det lidt synd for dem, fordi de får jo også et knæk, når de nødt til at opgive og vil have og skal tilbage hertil. Ikke? Ja, til hvad? Ja. Hvad med videregående skole? Den i Nuuk? Den også i Nuuk. Der ikke noget her. Så egentlig det sådan, at du kan gå herifra i 8. klasse og aldrig komme tilbage? I princippet, ja. Altså en af de helt store problemer, vi har, og det jo ikke kun her, det tror jeg mange steder i Grønland, det at man har en opdragelse og har haft det altså helt tilbage fra de gamle samfund, som har været en meget kærlig opdragelse, og en opdragelse uden at skælde ud og uden at hæve stemmen. Også fordi børnene jo blev inddraget i de voksnes arbejde, sådan med sidemandsoplæring. Stille og roligt, så fik de lært det, de skulle af deres far, eller en ældre bror, eller mor, eller hvad det nu var. Ikke? Og der var ikke nogen grund til at hæve stemmen i den sammenhæng. Men når de skal sidde her, så skal de altså gøre det på en anden måde. Vi kan ikke gennemføre skolegang, sådan som man havde oplæring i det gamle samfund. Så vi stiller jo krav til eleverne og siger, jamen nu skal I gøre det her. Ikke? Nu har vi engelsk i den her time, og vi skal arbejde med de her ting. Og når der bliver stillet krav til sådan nogle børn, så er der faktisk mange af dem, der oplever det som et overgreb. Ja. Og det er jo ikke... Sådan er det jo ikke ment, men de kommer fra en opdragelse, hvor de ikke er vant til at blive få at vide, hvad de skal. Og det er vi jo nødt til her. Altså, der er jo store sociale problemer i en del familier. Specielt omkring alkohol. Ja. Og det påvirker børnene. Jeg tror, det har været værre tidligere, end det er nu. Ja. Og der er nogle tiltag i byen, altså fredag aften, specielt på
på lønudbetalingsdage, der er der noget oppe i minihallen, som børnene kan komme op til. Ikke? Så er der nogen, der passer på dem, og der er nogle lege, og de har det rigtig godt der. Og der er mange familier, som begynder at planlægge de der weekender. Ikke? Sådan, så der er et sted, hvor børnene kan være. Ja. En familie, som ikke drikker, og som tager sig af børnene, og så kan de andre drikke. Så på den måde kan man organisere sig ud af det, men børnene ved jo godt, hvad der foregår derhjemme alligevel. Selvom jeg siger, at der er de her problemer, så er det jo også utrolig søde og dejlige mennesker alle sammen. Og så er det jo en storslået natur. Jeg kan stadigvæk godt lide at være ude. Jeg kan godt lide at gå på ski, og det har jeg jo store muligheder for her. Ja. Eller gå i fjellet om sommeren. Så det er en kombination af de der ting. Hér er eina gistaheimilið þorpsins og hér gildir lögmálið framboð og eftirspurn því nóttin hérna kostar hvorki meira né minna en 20.000 krónur. En við Stefán þurftum ekki að búa á gistiheimili í þessari ferð því okkur var boðið að vera hjá hjónunum Helenu Dajak og Sigurði Aðalsteinssyni sem hafa síðustu 25 árin verið búsett hluta úr ári rétt utan við Ittoqqortoormiit í Cape Token. Þá erum við komin að húsinu, Helenu Dajak og Sigurðar Aðalsteinssonar. Það tók þau hálftíma að ákveða sig þegar þau sáu það, keyptu það fyrir 25 árum og hafa aldrei séð eftir því. Það er vel tekið á mót okkur og margt sem við þurfum að fá svör við. Það er svolítið fyndin. Þegar 90 þegar Siggi og ég voru að fljúga í þjóðgarðinn, stærsta þjóðgarðinn í heimi, og þá flugum við hérna yfir. Og þegar ég horfði niður þá fannst mér að ég sé húsið og ég þorði ekkert að spyrja Sigga. Hann segi bara, þú ert bara eitthvað klikkuð sko. En ég sagði, jæja, ég verður að gera það. Ég sagði sko, mér finnst ég að sé húsið hérna niðri. Þá var það rólegur eins og hann er. Já, þetta er Scoresbysund. Þannig að fólk býr hér. Og ég sagði, ég bara hugsaði, það getur ekki verið að fólk býr í svona stöðum, svona afskekt. Og það gerðist eitthvað, það var bara, ég veit ekki hvað, eins og maður veit svo lítil í lífinu. Og ég bara fekk þessi tilfinning að þessi þorp verður sko mjög mikilvægt mér. En það var bara svona þú veist, bara svona, og við flugum bara áfram sko. En ég reyni verið, sko, svo hitti ég veiðimann í Mestarsvík í þjóðgarðinum, hann var með dönum að skjóta sel til að finna hvað er mikið led í selum sko. Og hann talaði ekki neitt annan nema grænlensku. Boas Madsen, ég man mjög vel eftir honum, hann átti afmæli 22. ágúst að því á 18. ágúst og ég var alltaf eldað sko, við vorum í Mestarsvík í nokkra vikur. Já, kannski 2 vikur. Og hann sagði við mig, það er svo góð matur hjá þér, má ég koma og borða oftar? En bara svona þau sína mig, gott. Og ég kem með eitthvað, svo hann kom með herinn, hann kom með selkjöt og svona. Og ég sagði, já, þú ert alltaf velkomin. Svo ég spurði hann, hvaðan ertu? Og hann sagði, frá Scoresbysund. Það lifnaði ég, sko, þú veist, alveg. Aha, sagði ég, Scoresbysund. Og svo bara fer hann og ég, þegar það var búinn með verkefni hans og ég fer til hans og segi sáumst í Scoresbysund, sagði ég. Og hann segi bara nei, að því þetta hugsa bara hvernig ætlaði hún að koma að Scoresbysund, þú veist og svona. En ég sagði sáumst og 4 árum setna kem ég, sem sagt 94. Það er 4 ár setna. Eftir miklu, sko, ég reyna mikið til að koma í gegnum nonna, en bómeistarinn vildi ekki hafa mig hér í sambandi með túrisma. Hún bara sagði nei, túrismi, nei, ekki hér. En það tók 4 ár og þegar ég hitti Boas fyrir framan Káni, ég fer til hann, ég sagði, hvað sagði þér við þig? Við hittumst hér í þorpinu þínu. Og hann bara brosti, hann var svona alveg brosti þvert yfir sko og gladur að sjá mig. Já. Så þetta er svona fyrsta kynni sko.
En þetta svo koma alls konar pælinga og að því þá ég búin að stofna 88 stofnaði Nonna, ferðaskipstjóri Nonna á Akureyri og var að þegar ég kem hingað, ég hafði í huganum eins og ég sagði með bómeistarinn sem var kona þá, Anne Sofie Hammeken, í gegnum túlk að ég að hugsa ekki bara, þú veist, sjálfa mér sem slíkt, en það verið gaman bæði fyrir veiðimenn, þegar veiðimennska búið svona apríl, byrjun maí, það verið gaman fyrir þau að fara með túrista og sýna þeim hvar þeir búa og hvernig þeir búa þessu stað. Og það var í rauninni verið 96 sem voru fyrsti gestir. Það var maður frá Svíþjóð sem keypti hundasleða í heila viku. Og þetta var svona fyrsti gestur í gegnum Nonna. Og þaðan áfram þá bara byrjaði á fullu bæði var ég með kajakferðir yfir sumar, inn í fjörðinn og bátsferðir sem veiðimenn fóru með túristar og svo hundasleða apríl, maí, það var hægt að fara með hundasleða alveg fram í lok júni. Það var svo mikið, þú veist, íslagður og ekkert vesinn að fara bara alla trísjör í reyni verið. Svo þetta var svona einhvern veginn byrjun, en mjög snemma fór ég að tala við þau að þeir verða að stofna fyrirtæki. Að því það annars þetta bara eins og hobby, en þá gerist ekki neitt. Það þarf að vera skráð að hérna fyrirtæki í þorpinu, að því ef að því gerir ekki þá kemur einhver útlendingur, getur verið þjóður frá Svíþjóð, Noreg, skiptir ekki máli. Og þeir bara heyrðu ekki, hvað fyrirtæki? Þeir bara vissu ekki neitt það. Og á endanum þeir sá að þeir voru svo óöruggir og vildu ekki gera neitt, að ég stofnaði sem sagt Nonni Travel, Nonni Travel Greenland. APS og þetta var í janúar 1997 og fyrirtæki ennþá í dag. Þá var ég með 100% eigandi en ég sagði þeim, ég gera þetta bara svo við byrjum en þið verður að yfirtaka, þið verður að kaupa hluti og þeir gerðu þetta smá saman með því, ég sagði þú þarf ekki peningur en þeir gáðu mér kannski ísbjarnaskín, selskín, þú veist svona kjöt og svoleiðis. Mér var alveg saman. Það bara þau sá að þeir verður að kaupa. Það er ekkert bara ég að gera fyrir þau. Af því ég hef tröllatrú að þú gefur ekki fólki fisk en þú kennir þeim að veiða. Fiska. Þetta er aðalatriði í lífinu. En hvernig gekk þér að kynnast fólkinu í þorpinu? Þetta er veiðimenn sem hér búa. Já, þeir töluðu ekkert annað nema grænlensku. Svo ég fekk túlk sem var í reyni verið vinur okkar og þessi fjölskylda hefur haft mikið áhrif á okkar lífi, sem við erum ennþá í dag mjög tengdir, þó hann farinn. Og hann vann í Constal Point og Siggi þetta sem flugstjóri, eða flugmaður, var alltaf að fljúga hér og þeir voru vinir og við spurðum hann ef hann myndi vera túlkur fyrir okkur. Svo við komum í júli 1994 hingað með þyrlu og vorum að halda fund heima hjá veiðimanni og ég bara talaði og hann var að þýða. Og ég talaði frá hjarta mínum og ég held að veiðimenn þeir fundu það. Svo bara Anna líka, ég kom með pela handla öllum. Því ég vissi ekki að alkohol var vandamál hér. Og ég hugsa bara, ég verður að koma með eitthvað handa þeim. Svo ég kom með halva flösku af vodka fyrir alla. Ég vissi hvað margir verður á fundinu. Og ég sá augu þegar þau var að fóru svona. Og ég vissi, akkur þau ánæður með halva flösku. Ég skildi þetta ekki með svona lilla pela. Svo fikk ég skýringu seinna. Ég var alveg tryggt að vínu hóp fyrir allan ævi. Svona er verið maður næv. Það er gaman. Það er nefnilega það sem er gaman. Því einhvern veginn við tölum sama tungumál þó við gátum ekki tala saman. Það er sálin og þessi vera barn í sér eins og ég er og þau eru mjög mikið það. Við gátum bara að skilja hvort annað með augu og svona og hann var að þýða og þau voru bara allir til að gera svona, að fara með túristar og ég sagði eitt,
ekki breyta, ekki vera öðruvísi. Þið verða að vera eins og þið eru. Ekki fara að kaupa sig eitthvað eða sauma ísbjarna buxur og svona. Nákvæmlega eins og þið eru. Fólk verður að koma og sjá hvernig þið lífa, í raun og veru lífa, en engin sko svona Hollywood-stæl. Og þeir gerðu það. Þeir bara voru stundum með þessum án vettlíka og hugsa, það voru bara kalt, en þeir bara ekkert mál, sko. Voru með hundasliða til konstaflöð og ég elska hundasliða. Þetta finnst mér það besta transport sem til og allir túristar sem komu, sem sagt frá 96, þeim fannst þetta sko alveg ótrúlegt. Hvað svona sérstakt við að sitja á? Kyrrðin. Þú heyrir bara hunda anda, þú veist, þeir eru sko hundar sem eru sko þeir eru bara til að vinna, til að hlaupa og þeir gera það svona 12 kilometra á klukkutíma. Svo þetta tekur svona 6 til 7 tíma frá Coastal Point hingað heim sko, sem ég hefur oft gert það, í staðinn að fara með þyrlu, ég bara pantaði hundasliða og þá kom ég bara hingað. Og þetta í raun og veru sko ástæða við keyptum hús að því ég vissi ég myndi vera mikið hér með því að stofna fyrirtæki og svona. Og það var lítil gistiheimili í bænum sem var bara alveg, þá var þetta ekki heimili. Þú getur ekki verið með fundir þar og ég svo mikið manneskja að vera í eldhúsinu. Mér finnst gaman að elda og bjóða fólki mat og spjalla og svona. Sigurður fer með okkur að heitri uppsprettu sem ekki svo íkja langt frá heimili þeirra. Vatnið þar rúmlega 60 gráðu heitt. Lyktin hins vegar mjög skrítin og skýrist af því að þar ofan í liggja rostungshöfuð og nýtist hitinn vel til að losa skinnið frá beinunum. Það voru við getum kannski sagt svona 5 fjölskyldur. Annarkvort barnlaus, einleipur einn og með svo ungbarn að þau voru ekki byrjuð í skóla. Og þannig var það smáfækkaði samt og 2012 það svo komið að enginn býr hér fast og þá var byggðin lögð niður eins og það heitir, slökkt á rafstöðinni og eftir það þetta notað sem frístundabyggð. Öll húsin í eigu einhvers og mun koma á hverju ári, oft bara margir, fjölmennt. Rifjaðu aðeins upp með mér þegar þú fórst fyrst að fara til Grænlands, bara þú sem flugmaður og flugstjóri, hvers vegna sóttust eftir að fara til Grænlands? Já, það var náttúrulega lifibrauðið, það voru tekjur í þessu. Var það bara peningar? Já, við skulum segja það, bara peningar, en svo kannski ekki alveg ólíkt og óbyggða svona bakterían á Íslandi grípur mjög marga og þeir fá sér jeppa og nota hvert tækifæri til að fara svona upp í óbyggðina kyrrðina og þetta svipað. Ég held að þessi baktería sé skyld og maður fekk hana og það fá margir hana, ekki allir en sumir ónæmir. Já, þegar þeir koma hingað? Já, þegar þeir koma hérna. Og ég hefði smitaðist alveg sko og Helena líka. Já. Hún hreifst af þessu landi. Já. Og 25 ár sem eru komið? Já, við erum búin að eiga hús hérna í 25 ár og komið hérna eins og 2 ára á hverju ári, 3 vikur í einu kannski. Hvernig samband ykkar við fólki í þorpinu? Já, ég vona að það sé gott. Við erum allavega mjög ánægð með fólk. Þetta eru góði vinur okkar margir og einlægt fólk. Það má eiginlega segja sko að fólkið alveg helmingur af þessu. Og það upplifði ég ekki sem flugmaður fyrst. Það var það meira bara náttúran sjálf, fjöllin og fjarlæðirnar og allt þetta óbyggðirnar. En svo kom fólki til viðbótar og það þegar öll á botni kvöld, þá það nú eiginlega sko góður helmingur af eiginlega aðdráttaraflinu. Það bara þannig. Við komum hérna til að eiginlega gera ekki neitt. Í 3 vikur sko erum við bara út á sölum eða á smá skíðatúr eða eitthvað bara eiginlega ekki að gera neitt. Það krefst húsið, reksturinn á því, þú þekkir það, smá svona vinnu en best bara þegar maður ekkert að gera það. Við erum ekkert mikið að veiða eða neitt. Nei. En nú þetta veiðimanna samfélag? Jú. Þeir veiða fyrir ykkur? Já, þeir gefa okkur fisk og kjött. Þeir gera það. Já. Hvað vilja þér í staðinn? Ekkert. Aldrei neitt í staðinn. Þetta kaupum einhverju að okkur. Við kaupum stundum eitthvað í Íslandi og sendum þeim sem vantar og svona. En það engin svoleiðis
kredit og debit í því. Nei. Að þú stekkur ekkert einn út í búðina eftir einhverju þegar þið vantar? Nei, við reynum nú að þegar við förum í bæinn að kaupa eitthvað og tökum vatn og svona. Já. Helena er auðvitað grænmetisæta, en það er smá vandamál. Hún tekur nú svona það sem hana nauðsynlega vantar að heiman. Frá Íslandi? Já. Hér áður fyrir var nú miklu meir hunda og hundasleða, menn veita á þessu og voru miklu fleiri veiðimenn. Þetta er bara svona fortíðin, unga fólkið vill leggja annað fyrir sig, þessu hefur fækkað mjög, þannig að okkur svona gestónum finnst svona leiðinlegt hvað er lítið af þeim, en þó eru þó nokkrir í gangi. Og menn nota á eingöngu til ísbjarnaveiða, sko, það má ekki fara á neinum öðrum tækjum. Og líka til smáferðalaga ferðamenn leigja sleða fyrir sig og hafa gaman að því. En bátarnir í fjörunni, hvaða? Þeir eru notaði til veiða. Menn komast á þessum bátum náttúrulega sem að engin leið að feta sig rekísinn. Menn draga bátana yfir ísbangir, halda áfram ferðinni hinum megin. Og þetta svona byrjar í mars, strax í mars. Lífríkið er mjög, hvað ég maður segja, ríkt eða fjölbreytt? Þessi opni sjór hér í mynni Skógræktarsund fjarðarinnar er undirstaða eiginlega lífríkisins hérna á svæðinu. Þetta er mjög sérstakt. Er hér og hvar í heimskautstónum, sko, en það er á Norður-Grænlandi líka hérna á Austurströndinni nyrst, þar er líka svona tilfelli. En þetta laðar alveg að sér öll sjávarspendýr sem lifa á fiski og svifi og ísbirnirnir eru náttúrulega efstir í fæðukeðjunni. Þú hefur séð það nokkra? Já, marga. Fleiri í seinni tíð heldur en til að byrja með. Það munar miklu. Og hvers vegna get ég ekki sagt nema að það er vitað að þeim hefur fjölgað. Já, bara frá náttúrunnar? Já, þeim hefur fjölgað. Já. Það er meiri friður í gangi og þeim hefur fjölgað en svo hegðaði sér öðruvísi. Ísinn er öðruvísi, hann er misjafn frá ári til árs. Mér finnst ég ekki sjá beinlínis neina sérstaka þróun í því, en við erum ju þennan náttúrulega, við sjáum ekki línur, mannfólkið. En svo segja aðrir að hann sé líka þynnri og ég ætla ekki að mótmæla því. Gengur þú með byssu til vonar að vara? Já, við förum eitthvað svona frá og tala nú ekki ef maður er ekki á vélsleða, þá hefur maður í fylgd. Já, það er ekki spurning. En hér eru menn bara hræðan í burtu? Já, sko, þegar kvótinn er búinn, 35 dýr, þá verður að gera það. Því að skjóta ísbjörn utan kvóta, það er bara gert í sjálfsvörn og það er heilmikil skýrslugerð. Það gerir enginn það að ganni sínu eða reyna að svindla eitthvað á því. Við fá ekkert á dýrinu, það er jafnvel að flytja skinnið á eigin kostnað til núg og allt mögulegt lífsýni, en það gerir enginn það. Heldur við eigum nokkuð vona á að sjá bjössa hérna? Maður veit aldrei með það. Sko, í fyrra voru óvenjulega margir. Þeir eru greinilega færri núna, en samt sko bara vitum við þó við ekki séð þá vitum við af þeim í kringum okkur sko bara frá fyrsta degi. Kannski ekki alveg hverjum degi sem við fáum fréttir en næstum. Nei, og svo er ýmis önnur dýr sem að koma í. Já, það er náttúrulega, sauðnautin sjást nú lítið hér. Þau eru meira inn í landinu. En það eru læmingjar, þessar mýs sem ekki hafa neitt skott. Það er heimskauta hliðstæði með mýsnar okkar, hafa mýsnar. Og á þeim lifar bæði refir og hreysikettir. Hreysikötturinn er á veturna hvítur með svörtu skotti og hann grefur sig niður undir snjónum. Refurinn veiðir það með öðrum hætti og ofanfrá, hlustar eftir þeim og stekkur niður og nærið þeim greiðunum svolítið. Svo eru þetta fuglarnir, komnir núna sólkríkjurnar, koma snemma, gæsirnar er að byrja að koma og við sáum hópa æðarfuglum daginn. Svo eru nokkru sem eru allt árið? Já, hrafninn er allt árið. En meira segja fálkinn sem er staðfugl á Íslandi, hann færir sig eitthvað hérðan, hann er ekki hérna í veturinn. Kemur á vorin og fer á haustin. Þau hjón Helena og Sigurður komu á sínum tíma ekki alveg tómhent til Ít og Kort og Mít.
heldur hjálpuðu heimamönnum að stofna og reka ferðaskrifstofu sem fyrst hét Nonni Travel en eftir að heimamenn eignuðust hana alfarið var nafninu breytt í Nanu Travel en Nanu þýðir hvítabjörn á grænlensku. Ferðaskrifstofan nýtir staðbundna þekkingu veiðimannasvæðisins til að fara í ferðir með ferðamenn á hundasleðum en það alveg einstök upplifun. Nanu Travel staðsett í miðjuþorpinu rétt ofan við kirkjuna. Fangerne vores guide fra Nanu Travel. De har deres egen båd, de har deres egen hundeslæde, snescooter. De ved godt, De ved godt, hvor dyrene ligger, hvordan landskabet er. Så de tager turisterne ud i fjorden eller ind til isen med hundeslæde. Man har meget større chancer end andre byer i Grønland for at se isbjørn her. Fordi det meget normalt, at de kommer helt tæt ved byen. Við fundum organista þorpsins í saumaklúbnum hjá Lúne. Hún var að spinna þráð úr sauðnötsull en hún jafnframt hundasleða eigandi, kom til Ít og Kort og Mít fyrir 13 árum frá Þýskalandi. Hún segir nauðsynlegt að geta hlaupið hratt sem hundasleða stjórnandi og hundarnir séu engin gæludýr. Men jeg jo ikke fanger. For eksempel fangerne, de kører jo næsten hver dag, når de skal på fangst. Og de får jo masse træning og erfaring, så det kan jeg ikke sammenligne mig med, men samtidig så har jeg jo lært en del igen om årene. Men i starten var jeg jo helt nybegynder, og det var også sjovt. Så der sker altid mange små ulykker, men aldrig nu alvorligt, men det er altid meget spændende. Hvor mange hunder har du? Lige nu har jeg 7. Altså 7 hunde. Det er ikke så mange, men nogle gange er jeg nødt til at låne en af min mand, hvis vi skal køre lang tur. Så. Min mand har fanger, så vi laver nogle gange nogle ture sammen. Så eller også en gang imellem kører jeg også selv med nogle turister. Men jeg har også ellers et deltidsjob som organist her i kirken, så det har jeg så hele året rundt, så jeg har en lidt forpligtelse med det. Altså vi har gudstjeneste hver søndag, og det kan være en begravelse, eller det kan være andre aktiviteter i juletiden og sådan. Så det gør jeg også. En nú á sauðnötsullin hug hennar allan. Altså hvis man slår det op online eller sådan, så står det, at det jeg har læst, at den er cirka 8 gange varmere end fåreuld. Så den er utrolig varmt, og det er jo nok fordi moskusoksene har levet i flere tusind år, eller måske længere på sådan højt op på, hvor det blæser meget, og der kommer også masser af sne. Men de søger meget op på fjellene, så de kan finde føde, så der blæser det rigtig meget. Så de vil ikke gå ned i dalen, hvor der er masser af sne. Så de kan tåle rigtig meget vind og snestorm, og det kan også regne nogle gange i Arktis. Og de har sådan nogle lange dækhår, som nærmest er vandtæt, så de er godt beskyttet. Så jeg tror, at det er bare den moskusoksen som art, som kan producere så varmt uld, for de har brug for så varmt uld, når de lever her i Grønland eller i Arktis. De fleste ting, jeg har strikket, har jeg solgt til turister, så det er nu, jeg har lavet de vinter, som jeg skal sække til sommeren. Ja. Er det stort efterspørgsel? Ikke hele tiden, men det er efterspørgsel. Ja, det er mest dem, der kommer med krydstogtskibene. Men det varierer meget, fordi vi får mange forskellige nationaliteter. Nogle gange er det et skib, hvor der er ingen, der køber nu, og så næste gang nogle helt andre mennesker, som gerne vil købe nu. Så det varierer. Men hvis man står og prøver at sælge, så skal man nok få solgt meget i løbet af en sommer. Man skal bare være der, når de kommer. Þegar gengið þorpið með Helenu og Sigga sést hver fólki þykir vænt þau. Alle ved, hvem Sigge og Helena er. Jeg synes, Helena og Sigge har været de sødeste mennesker, man kan kende. De er ligesom familie. Jeg ser altid min islandske familie. Alle mine børn kender dem. Også børnebørn nu. Ja. Så de har gode hjerter. Og det betyder meget. Det er som vi har kendt i mange år. Vi er meget åbne, og
når nogen kommer udefra, så er de meget velkommen. Við vorum líka rækilega mynd á það hvað náttúran oft óvægin. Í svona litlu þorpi eins og Eitt og hvort eitt skiptir líf hvers og eins svo miklu máli. Og íbúarnir voru myndir á það fyrir mánuði þegar ungur maður, 22 ára, drukknaði hér út á firðinum. Hann hvílir núna hér í þessari gröf. Við kveðjum litla þorpið, Eitt og hvort eitt, sem aðeins hefur verið til sem slíkt síðan 1925 þegar fólkinu var nánast hent þar á land til að tryggja yfir á Dana á austurströndinni. Nú þarf önnur úrræði til að halda fólkinu þar og þorpinu í byggð. Þarna búa fyrst og fremst veiðimenn og þeirra fjölskyldur, en með verðhruni á selskinum lífsbaráttan mjög erfið.